Þá erum við komin í lið 3, frumvarp til laga breytingu á skipulagslögum. Það bæði fulltrúi Halla Björk Reynisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin á dagskrá liður 11 í fundargerð skipulagsráðs frá 12. október síðastliðinn. Liðurinn snýr að erindi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis dagsett 3. október. Þar sem óskað umsagnar Akureyrarbæjar frumvarp til laga breytingu á skipulagslögum 123/2010. Uppbygging innviða sem sagt. 144. mál og umsagnarfrestur veittur til 17. október og því liðinn. Skipulagsráð gagnrýndi þann skamma frest sem veittur var til umsagnar sem voru 2 vikur. Ræða stórt stefnumörkunarmál sem varðar uppbyggingu grunninnviða í landinu og að mati skipulagsráðs eðlilegt að leggja máli fyrir á fleiri nefndastigum. Skipulagsráð lagði áherslu á í sinni bókun að farið yrði eftir þeirri stefnu stjórnvalda að við uppbyggingun og endurnýjun flutningskerfis raforku verði meginkosturinn jarðstrengir og að stefnu stjórnvalda verði fylgt sem segir að línulagnir í þéttbýli skuli lagðar í jörðu. Bókun skipulagsráðs hefur verið send til Alþingis en skipulagsteymið óskaði eftir fresti til 21. október þannig að bæjarstjórn geti komið sjónarmiðum sínum á framfæri. Með frumvarpinu kveðið á heimild til að unnið verði sérstakt raflínuskipulag sem tekur til svæðis þvert á sveitarfélagamörk til þess að flýta fyrir og auðvelda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Gert ráð fyrir að sett verði á fót sérstök nefnd sem fái það hlutverk að smíða slíkt skipulag, skipa fulltrúum bæði frá ríki og sveitarfélagum. Við hér í Eyjafirði þekkjum þá sögu allt of vel hversu erfitt getur verið að ná samkomulagi lagningu nýrra raflagna. Áður hafa verið gerðir breytar á raforkulögum þar sem skipulagsvald sveitarfélagi takmarka gagnvart framkvæmdum í kerfisáætlun Landsnets. Í stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku mælt fyrir markmið fyrir þá málsmeðferð sem útfærð í frumvarpinu en þar segir með leyfi forseta. Þegar framkvæmd í flutningskerfinu tekur til fleiri en eins sveitarfélag skal tryggja að ákvarðanum einstaka jarðstrengskafla þegar þá byggist á heildstæðu mati á þeim hluta flutningskerfisins þar sem lengd jarðstrengskafla háð takmörkunum og innbyrðis háð. Í slíku tilvikum skal miða að því að jarðstrengskaflar séu nýttir á þeim svæðum þar sem jarðstrengur hefur í för með sér mestan ávinning umfram loftlínu. Jafnframt kemur fram í stefnu stjórnvalda með leyfi forseta, lengd loftlína mun því minnka og verða þær því minna sýnilegar í íslenskri náttúru, auk þess sem þær verða mestu fjarri friðlýstum svæðum og mun ekki liggja inn í þéttbýlisstaði. Og síðan afturlega með leyfi forseta, eina megin áherslum þeirra stefnu sem hér lögð fram að setja raflínur í jörðu þar sem það fjárhagslega hagkvæmt og í þéttbýli. Megin inntak lagabreitingarnar er svo og ég ætla að fara svona yfir helstu þætti. Það að lögfest verði heimild til að skipa stjórnsýslunefnd, svo nefnda raflínunefnd með fulltrúa allra þeirra sveitarfélaga sem viðkomandi skipulagsákvörðun á að ná til. Í nefndinni eiga þá sæti fulltrúa skipulagsstofnunar sem og fulltrúa frá sveitarfélagunum sem tryggja á það fagþekkingu og tengsl mat á umhverfisáhrifum. Í raflínunefnd skuli eiga sæti sem sagt einn fulltrúi hvers sveitarfélags sem viðkomandi framkvæmd á við og auk þess fulltrúa skipulagsstofnunar sem jafnframt skal vera formaður nefndarinnar. Lagt til að gerða verið breytingar á 12. grein laganna þar sem kveðið rétthæð raflínuskipulags gagnvart skipulagsáætlun sveitarfélaga. Það lagt til að raflínuskipulag verði rétthærra en svæðiskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag fyrir þá framkvæmd sem það tekur til. Lagt til að sveitarstjórnin hafi ákveðin tíma til þess aðlaga skipulagsáætlunum sínar raflínuskipulagi en það þó ekki skilyrði fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis raflínunefndar að aðlögun skipulagsáætlana sveitarfélaga við ákvæði raflínuskipulags sé lokið. Og þetta getur auðvitað verið svolítið flókið í framkvæmd og krefst þess að einhverju leyti verið að taka af okkur part af skipulagsvaldi og færa það yfir í raflínuskipulag og þá með heildarhagsmuni í huga. Þá heimilt að veita framkvæmdar og byggingarleyfi á grundvelli raflínuskipulags án þess að fyrirliggi deiluskipulag sem getur aftur orðið pínu flókið fyrir okkur í framkvæmd. Á þetta að stuðla hraðari undirbúningsferli raflínuframkvæmda og tryggja að tafir á skipulagsferli annarra óskyldra framkvæmda geti ekki tafið útgáfu framkvæmdaleyfa til þeirra fyrrnefndu.
Ef ekki næst samþykki allra nefndamanna, þá í 4. málsgrein 11. greinar kveðið á að málið skuli sent ráðherra til úrlausnar. Hann skal þá taka ákvörðun í málinu á grundvelli gildandi landsskipulagsstefnu og niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Einnig ber honum að hafa hliðsjón af stefnu stjórnvalda flutningskerfi raforku. Eins og áður sagði þá vísaði skipulag ráð umræðinni máli hér til bæjarstjórnar og ég hvet bæjarfulltrúa til að láta sína skoðun í ljós en vil að lokum leggja fram tillögu að bókun sem hljóðar svo. Skipulagshlutverk sveitarfélaga einn af hornsteinum sjálfstjórnarréttar þeirra líkt og kveðið á með stjórnarskrá Íslands. Bæjarstjórn tekur undir þá áherslu sem framkemur í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga frá árinu 2020 frumvarpið en þar segir meðal annars. Afar mikilvægt að framkomi skýr afstaða að hálfu umhverfis- og auðlindaráðuneytis og alþingis að tillögur raflínuskipulag og raflínunefnd fela í sér mjög afmarkað frávik frá meginreglum skipulagslaga. Jafnframt þarf að liggja skýrt fyrir að ekki fyrirhuguð frekari skref sem gætu falið í sér skerðingu á skipulagshlutverki sveitarfélaga. Bæjarstjórn leggur jafnframt áherslu á að stefnu stjórnvalda uppbyggingu og endurnýjun flutningskerfis raforku að línulagnir í þéttbýli skuli vera lagðar í jörðu verði áfram fyllt í hvívetna og allar undantekningar frá þeirri meginreglu verði meðhöndlaðar sem meiriháttar frávik í ljósi sérstakra aðstæðna. Þá hvetur bæjarstjórn til þess að sá hluti frumvarpsins sem snýr að einföldun lagaumhverfis skipulagsmála og ekki að finna í því ólíkt því þegar frumvarpið var áður lagt fram, lítið dagsins ljós. Telur bæjarstjórn að mikil tækifæri séu til að einfalda málsmeðferð og stjórnsýslu skipulagsmála en frekar öllum til hagsbóta. Þakkum bæjarfulltrúa Hölluberg Reynisdóttur fyrir. Orðið laust. Bæjarfulltrúa Sindri Kristjánsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég stæðist ekki mátið að taka til málsundur þetta tækifæri, hver veit hvenær ég fæ slíkt tækifæri aftur. En að öllu gamni slepptu. Það fróðlegt að koma nýra þessu máli sem hér til umræðu og það segir í sjálfu sér sína sögu að málið lagt nú fram á þingi í 3. tilraun ráðherrans. Umsagnir málið, hvort sem það nú eða fyrir stigum, þegar það hefur verið lagt fram, eru á einn veg. En þó, það fer svolítið eftir hver á í hlut. Raforkuframleiðendur, hagsmunasamtök þeirra og tengdir aðila fagna framlagningu þess og styðja. En sveitarfélög sem hafa tjáð sig málið og lagt fram umsögn, sem og Samband íslenskra sveitarfélaga, vissulega með öðru móti en einhvað síður, eru alfarið mótfallin þessu frumvarpi, taka þó vissulega misdjúpt árinu með það. Valdajafnvægi sveitarstjórnarstigsins og ríkisvaldsins hefur mögulega aldrei staðið jafnviðkvæmum fótum. Fréttaflutningur og umræða vanfjármögnun sveitarfélagi til marks þetta, að maður tali nú ekki misvísandi skilaboð ólíkra ráðherra ríkisstjórnarinnar þessa málaflokka sem snerta valdsvið ríkisins og sveitarfélaga og það sem skörun á. Það satt best að segja ekki mikið eftir að valdi og haldi sveitarfélagann í glímusunni við ríkið ef hefja á þá vegferð núna að höggva í sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélagana og skipulagsmál. Ágætu bæjarfulltrúar, ég hefði mögulega vilja stíga fasta til jarðar í umsögn bæjarstjórnar þetta mál. Sum sveitarfélög sem þegar hafa skilað inn umsögnum málið bæði nú á fyrri stigum hafa alfarið lagst gegn því og eru bara skilað inn stuttri og hnýtt með þeirra umsögn. En á sama tíma mjög mikilvægt að mínu mati að við komum fram sem ein heild. Af þeim sökum styð ég þessa tillögu að bókun sem lögðu verið fram og bæjarfulltrúinn Halla Björk Reynisdóttir fór yfir án, en hún mjög skýr afstöðu bæjarstjórnar til málsins. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Sindra Kristjánssoni fyrir. Orðið laust. Ekki fleiri hvattir til máls. Þá tökum við tillöguna undir atkvæði þessum styðja hana rétt upp hönd. Bæjarstjórn samþykkir með 11 samhljóða atkvæðum.